The Eddie had my mind. The ref went to the camera. How to get this alive? But Tottenham pulled it back. Sissoko in the middle. Lorenzi in attack. He knocked it down to Ali. To the Brazilian kid who put it in the corner. And now we're going to Madrid. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. But Tottenham pulled it back. Wanyama in the middle. Laurenti in attack. Sterling scored the winner. The Eddie had one man. The ref went to the camera. How to get this alive? Já, er verið að leika vestur á Fjölnes.
Já, góðan daginn, við erum velkomin að leik Vestra á Fjölnis hérna í úrslitakeppninni og heimamenn sem byrja með boltan. Ég fer í liði. Já, það er skítakuldi en samt bara svona smá fræskur, þannig að ágætis við þetta fótbolta og völlurinn er svona þokkalegur með september og Ísafirði. Byrjum að renna við liði heimamanna, það er Marvin þar í markinu, Sekoe Morten, Elvar, Tarik, Tufa, Nacho, Beno, Ibrahim Baldi, Elmar, Sælas og Gustaf. Og liði gestana, fer það nú svona eftir þessu aukaspunni sem Dofri tekur hérna. Langur bolti hérna fram. Tarik tekur þetta letilega og leikmann númer 10 Axel kemst inn en Elvar gerir af vel. Það er lið gestana, það er Sigurjón Daði, Júlíus, Sigurvin, Bjarni, Axel Freyr, Dofri, Viljumir Ingvir, Bjarni Þór, Baldvin Þór, Hans Viktor og Máni og heimamaður hérna Bolviski Ísfirðingurinn sem þykist vera Reykvíkingur. Og Marvin hérna með útsparkið. Gefur Goss. Sama tíma eru leiknir og afturhalding að eigast við hérna í Breiðholtinu og það er ekkert svona úti á alla markana jafnt eftir seinni leikinn, þá er framlengt þar bara og liðin sem vinna fara sinni í úrslitaleik á Laugardalsvöll 30. september. Þetta er nýtt fyrirkomulag og hefur heppnast afar vel af því að sjaldast að deildin hefur jafn spennandi.
Sælas með góðan bolta hérna á Benó. Sælas fór afar illa með á Benó og Sælas í fyrirleiknum sem var hérna fyrir mánuði cirka. Þannig að Vestri unnu hérna 3-1 sigur og voru mun betri allar leikinn. Og fyrirleikurinn enda 1-1 í Grái, þannig að það hefur hentað vel fyrir Vestra-spilum mútið Fjölni, en nú er náttúrulega hafið nýtt mót eins og Páll Ermalinski segir. Hell Week. Þetta er vel leist hjá Vestramönnum. Spila hann hérna. Og Morten sem var valinn í lið ársins. Þetta er vel gert hjá Fjölnismönnum. Það er aukaspyrna og hagnaður sem misheppnaðist. Dómari í dag er Helgi Mikael og hún dastar Egill Guðarar og Þórður Arnar og Ásmundur Þór er fjórði dómari og Gylfi Þór Orrason er eftirlitsmaður og þjálfara liðana er hjá Vestra er það Davíð Smári og Úlfur Arnar hjá Fjölni. Það held ég búin að koma svona helstu upplýsingu til skila. Fjölnismenn hérna leika með vindi hérna áttafirðinum. Og það er tómlegt í höfninni í dag, það er alla bátar úti en það þarf að vinna hérna og koma peningunum í höfn, þetta gerist ekki sjálfur sér. En eins og sjáu það fullt að hérna lókum hérna neðst, það eru fyrirtæki sem bjóða upp útsendingun og fólki á leikinn og við þökkum kærlega fyrir stuðninginn. Og það er að finna aukaspyrna miðjuvelli. Þetta er Askja, Dropi, Ölgerinn, Gevalia, Kvika, Sætt og Salt, Lykill, Nesver, Nora, Norðanfiskur, Sjoppan, Unbroken og Kerasi sem bjóðu upp á leikinu og útsendinguna. Kæra þakki fyrir það. Það er frábær mæting á völlinn. Mikil stemning í bæjarfélaginu fyrir þessu leik. Þetta er ekki átt sem komið síðast í play-off þegar KFÍ var upp á sitt besta held ég. Og nokkur svona fyrstu dag í körfu handboltanum reyndar og við höfum yfirleitt unnið þau þannig að við erum spenntir. Sælas en bæði lið enduðu tímabilið mjög vel og kom á flugi inn í úrslitakeppnina með mikið sjálfstraust þannig að þetta ætti að vera skemmtileg viðureign þessar tvær og Baldi þau vel spila hjá Vestra. Það gerði þetta af og vel í fyrirleiknum að leysa pressu Fjölnismanna en Fjölnismenn er alltaf mætti til leiks. Þeir voru bara mætti ekki til leiks hérna í síðasta leik. Ég held ég sé ekkert legur að segja það, þeir voru bara ekkert með og 3-1 sigur gaf ranga mynd að leiknum að því hann hefði getað farið svona 6-7-1. En það er nefnilega Fjölnismenn hafa nú verið frábærir í allt sumar þannig að það hlýtur að hafa verið út karakter svo framistæða. Séu farið út fyrir. Túfa hefur ekki góða hvíld undanfarið 3 leiki framherjinn hjá Vestra. Það má vera með Njaskana, hann mætir helfeskur í þetta. Og Axel, það er gert í Ölvari. Fjölnismenn endu í 3. sæti og Vestri 4. Og aftur mjög öðru en þeir mæta Leikni sem var í 5. sæti.
það ekki oft sem við fáum svona fjóraðdómar, hann líflegur hérna, segja mönnum til. Það var að Bolvíkingurinn Máni. Amma Mána alltaf hérna á sumrin í Bolungarvík í Litlabæ. Nú kemur náttúrulega eina Guðfinnsvættin í Bolungarvík, þannig að þetta okkar maður. Og frábær skjátti hjá Baldi burt. Og Nacho kemur að segja út fyrir. Það nú svona einhver tenging milli félagana, stjórnarmaður Vestra segi, hann Ívar Pétursson og barn Ingólfur Fjölnis og hefur verið eitthvað að þjálfa þar. Það geti verið, það svo sem ekki kannski mikið fleiri. Elmar hérna, þetta mikið þrátefli en Vestri kemst inn í góða stöðu. Benó 1-1, fer réttilega þar og kemur á Baldi og Ránstad vel spilað hjá Vestramönnum. Fjölnismenn verða að passa þetta. Vestramenn eru stór hættilegir í skyndisóknunum. Þetta Benó bara að skjóta. Sigurður hérna frábær. Nei, Bentókas. Það gett hjá Vestra. Fjölnir að spila svona 3-5-2 meðan Vestri í 4-3-1 eða 4-4-2, hvernig sem litið á. Benó aftur með sendingu. En hann sutt að gera þetta vel fyrir leið Fjölnis. Já, Morten og Bjarni hérna í kapphlaupi. Marvin kom hérna inn eftir meiðsli á Rafa á móti Afturvík og Vestri hefur bara ekki tapað síðast, við erum alveg stórkostlegir í markinu. Eins Tarik hefur komið frábærlega inn sem kom í glugganum frá OB í Danmörku ef mann rétt. Tarik. Eitthvað misskilninganum með manna. Þetta auðvitað Elvar. Getur Baldi. Vestarmenn þurfa líka að fara að koma yfir á Sælas. Koma inn í leikinn. Benó nú búinn að vera eitt besti maður deildanna undanfarnar umferðir. Þetta ekkert að neita því að skilja menn sækið þar. Það Elvar kom frá Þór fyrir tímabili og hefur verið frábær í sumar. Var ekki kenna á Húsavík, en hann vil taka fram að hann frá Laugum þar sem framhaldsskólinn Hann engin helvítis húsvíkingur eins og sagði hann orðið rétt fyrir með áðan. Marvin, þetta fína spyrnir, hann að hitta á rétt svæði. Túfa. Þetta að kalla þessi Laugardalsvöllur 50 milljón króna leikurinn að komast upp í bestu deildina. Gerir mikið fyrir liðin að fá að koma þessu Vestri Fjölnir leiknir. Þau hefur bara verið ykkur svona rólegheitum síðustu umræðin að þetta hefði ekki verið play-offsið því að Afturelding og voru komið það mikið forskot. Afturelding bara skeiti hegi hérna í lokin og voru Fjölnismenn og Vestri 3 og 6 stigum á eftir en þau voru komið það mikið forskot. Og Tarik Vestramenn svona aðeins að ná stjórn á leiknum. Þeir sem eru að koma á skjánu, það hefur ekkert gerst hingað til. Mönnum kalt, það sitja flestir á bekknum og
Það er komið smá grátt í fjöllin. Það rennur nú bara þarna held ég. Illa skóaður eins og Atli Evaldsson hefði sagt árið. Helgi Mikael dæmdi mitt hérna á Laugardalsvelli úr bikarúrslitaleikinn helgina og þar var gula liðið ekki sátt með hann. Það er spurning hvað gerist hérna í dag. Vestri er að halda boltanum vel en það er svona Vestri komið svona átlita stöðina. Það var ekki ennþá færi komið. Og það var á Máni og Göss hérna. Göss gerir þetta eitthvað, hann kemur hann fram á, ég ætla að segja vel en þetta var eiginlega ekki vel gert. Fjölnismenn vinna boltan hérna, vel gert hjá Fjölnismönnum. Þessi siglir bara aftur fyrir. Alltaf miðað síðasta leik var allt annað svo Fjölnisliði. Þeir alltaf mætti til leiks og eru grimmir í öll návi og eru með svona grunngildin í lagi. Við fylgjumst grannt með leiknum sem er hérna fyrir sunnan. Leiknir á Aftureldingu. Og það er strekkingsundur sem Vestramenn er með í fangi núna og Fjölnismenn með í baki. Þarna séum móttökju Elmara sem kemur úr Dóra Jobbaskólanum Súðavík, La Masia. Súðvíkingar eru þekktir fyrir svona glæstar móttökur þannig að koma rauðasendingar. Og Sælas og Túfa vinna þarna boltan og nú er hann komin upp á stöðinu. Sælas leikur hann á Fjölnismanninn og vinnur horn. Vel gert hjá Vestramönnum. Vestramenn hafa verið afar góðir í fyrstu leikadrum með Göss, Morten og Balde. Og Túfa svona í seinni skipanum hann á frákastunum. Það er Benósi tekur þessa. Kemur hérna á Morten. Nær skallanum með sig og hann gerir vel. Hann er á fyrsta tempo á Mána en þetta er of langt. Marvin les þetta. Þetta út á Fjölnismanninn hann það. Hann beður bara skiptingu. Þeir klest eitthvað saman, ég sá nú ekki alveg hvað gerðist. Sigurinn beður skiptingu, ég veit ekki alveg hvað gerðist þarna. Þetta var brot á Fjölnismanninn, hann valdi illt í maganum og hinum illt í nefinu, ég veit ekki alveg. En þeir tóku nú ekki þessa skiptingabeini alvarlega því að það er enginn settur að hitta. Hann er alúður, hann er hvort en, já það er skipting. Það er Guðmundur sem er að koma inn á. Þetta er skelfilegt að sjá. Það virkaði nú ekki gjálegt. En vonandi hann jafn þessu fljótt en það er mikið blóð.
Sigurvin kemur út af og Guðmundur Karl kemur inn á. Ég er ekki alveg... Ég sá það lenti saman, þannig að ég get ekki alveg fullt hvað skeiði. Goss tekur þessu aukaspyrnu. Sælas vinnur hérna skallaboltan. Það gera þetta vel. Fjölnismennir. En Pavel Ermolinski tíðnefndur, hann einmitt talað um að þetta verið bara 2 sigrar, ekkert samanlagt, þá myndi menn sækja meira. Það er spurt hvort það er ekkert að tekið upp þessu körfuboltanum. Natsjó með góða skiptingu Elmar. Fjölnismenn loka vel á þetta og kemur Hans og Túfa inn í baráttu, vel gert við Túfa en kemur honum ekki að samverja. Marvin kemur hérna Elvar. Vestur á nýtt. Morten hérna. Frábæran bolta beint á Sælas og hann er hann bestur. Fjölnismenn á að verjast þessu, Guðmundur Karl fæna þannig í sig, vel gert. Spurning hvað Fjölnismenn geta svo hratt. Axel Bjarni, þeir þurfa að spila hann tilbaka, vel gert í heimamönnum. Það verið með þunga snertingu en kemur hann samt á samherja. En þetta er illa að fara með góða sensa og kemur Beno hérna. Það fannst mér nógu brot en Vesturmenn halda á boltanum. Þetta er ekki brot hins vegar. Það er bara út um alla völl. En ekki komið færi. Sælas hérna á. Þetta er vantilega síðasti leikurinn á Ólafsvellinum í núverandi mynda því að það kemur gervigras hérna eftir tímabilið. Elvar með lélega sendingu, auðvelt fyrir Bjarni gerir þetta af vel. En aldrei einn. Enginn með honum, snýr bara í tómið. Það er á Beno. Það var að fá mark í leikinn til að fá smá fjör hérna í gang. Fjölnismenn gerði líka skiptingu hérna í síðasta leik en það var hann meir út á. Þeir gátu ekkert en það er kannski ekki til í dag. Það var nú bara meðsli og vonum þetta sé ekki alvarlegt hjá Sigurvini. Elvar kemur Beno. Beno gerir þetta vel. Það ná ekkert boltanum á honum. Natsjó. Valdi Sælas hérna með boltan. Kemur góð, allt og langa. Sem tekur þetta. Vesturmenn vinna þetta. Túfa, þetta er í brot. Jæja. Ég er örugglega vilja brota þetta á Vesturmenn en svona er lífið. Maður fær ekki allt sem maður vill. En gestin eiga hérna aukaspyrnu. Heimamenn eru ekki sáttir með þessu aukaspyrnu. Við erum yfirleitt ekki sáttir með neina dóma, þannig að það kemur ekkert óvart út við köllum hérna í hvert einasta skipti. Við erum með sterkari réttlætiskennd.
kannski sérstaklega Brenton hérna einn aðstofþjálfarunum. Hann alltaf að segja dómarunum til en þeir vilja ekkert hlusta á hann. Þannig að megja og þær vilja hafa rétt sér rétt. Aðstofmenn vinna þetta. Ég veit ekki. Benómisson á kemur Máni. Já, Sælas komið inn í ekki gegn, hann kominn hérna frábæra bolta og mjög vel gert hjá Sælas, það vantar bara mannskap. Vindurinn, þetta virðist að koma gegn þessi hægja svo svakalega á mönnum. Það var Nacho hérna fyrir þetta teig. Benó og Elmar Atli með góð bolta og Sælas beint á Sigurjón. Fyrsta færi komið. 23 mínútur, það eru vestramenn sem eiga það. Og þetta vel spilað. Og Sigurjón hérna boltan og frábær hérna í fyrirleiknum. Eitt besti markmann í deildinni. Marvin hérna menn að tefla tvær hættur hana en leysa þetta vel. Komanum hérna Sælas. Þetta er vel leist í hömmunum. Og Benó hérna góðan bolta. Dúfa heldur hann inn á þeim. Ég sé ekki alveg hann í hornið. Máni bara étinn hérna hvers og Nacho. Nacho með skrítna settingu en Fjölnismenn verðist þessu. Maður heyrir á bekkinu að spennistigi hátt en þeir komi í play-offs. Þetta menn ætti að hlusta á. Eins og Pavel sagði, það er bara að leyfa mönnum að vera í flæðinu, þá gerist þetta. Og Elmar hann er okkar hættulegasti sóknarmaður. Hann er bara með skot. Ja, 2 færi. Þetta er líka beint og smiðið Dóra Jobba á Súðavík. Þetta er ólíkindatól. Nú er að koma portúgsk nýlenda upp úr akademíinu. Við erum mjög spenntir að fá það hérna fyrir hérna. Það er andlitsmáling og grillaða hambúrgara, grillaða samlokur. Þetta gerist ekki betra en það. Stemning í stúkunni. Og Dofri hérna. Félagi minn er að segja hérna aftur að þetta ekki er komið yfir. En sem sagði líka hann, það telli ekki út af alla mörk. En þeir eru konir yfir. Fyrsta marki í Helvík er komið. Það er ekki náttúrulega Rasmus Kristjánsson. Daninn Knái. Fjölnismenn taka hérna langt innkast. Bjarni Þór Hafsteinn sem á það. Það gerist. Boltinn dettur inn á Axel, skýtur í Tarik og Morten kemur þessu burtu. Og Dofri, hann er búinn að vera, missa hérna bara út fyrir, hann er búinn að vera óöruggur í þessum nájum. Dofri leiknum þetta með Víking og KR. Leikur til leikmaður aðstu deild. Dofri kynir þess að þetta vel. Þetta er brot á fyrsta gula spjaldi. Þetta er hárrétti dómur. Hann fekk grottalega í þetta, Baldvin Þór Bendtsen. Allt á seinni í þetta nái.
Það er hárrétt þetta gula spjald, hann fyrir allt á setn og Helgi Mikael alveg voni í þessu og fjóru dómarinn og hérna aðstofnum 1. Þeir eru út allt þessi dómarar núna. Það er Sæla sem tekur þetta. Sendi ekki ennþá fjær og Morten. Þetta er útspark. Morten og Júlíus hann eru saman í einvígi. Júlíus liggur óvígur eftir. Og það er markspyrna. Gestirnir er það eru 28 mínútur liðnar og staðan er 0-0. Vestarmenn hafa fengið svona ívið hættulegri færi og færi þetta kalla. Og Beno vinnur þennan og Baldi kemur honum að Sæla sig aldrei ráðstæður. Þeir gera, ég veit ekkert hvað er í gangi. Baldi vinnur þarna einvíð. Og Beno komin 1-1, kemst inn í teginn og Beno og Sælas 1-0! Frábærlega gert hjá Heimir Sælas, fyrsta markið, frábærlega gert. Ég veit ekki hvað Fjölnir að væla, hann vann bara innvíð. Þótt hann hefði fengið eitthvað klapp á hausinn, hann þeir ekki að væla yfir öllu. Leikmaður númer 22, hann tapaði bara innvíðinu. En 1-0, Sælas. Með markið, þetta er frábæra sendingur á Beno. Sælas með eitthvað dansand út í horni, en þetta er tilbúið þess, þetta er play-offs. Sammi er að fara yfir hérna. Þess að blóðþrýstingurinn er í 220 og þetta er ekki vera hægt líkamlega. Sammi á mættir í hádeginu á Blasta tónlistinni. 1-0 fyrir Vestra. Ja, 1-0 eftir 30 mínútur. Svo með hvernig spila síðast 20 mínútur er þetta sanngjarnt. Vestri eru búin að vera að ógna. Fjölnismenn er einhvern veginn bara svona í 0 punkti. Þeir eru alveg að berjast en þeir eru ekkert að... Þessi spyrna lýsir bara... Hvers getur hann að Bjarna. Beygir sig niður. Það er komin einhver gorgeri menn. Þetta er fínt. Þetta er gaman fyrir áhorfendur og alla. Helgi Mikael er samt alveg með stjórn á þessu. Bara komum okkur í stöðu, við þurfum ekki að taka þátt í þessu. Þetta vinnur bara með Vestramönnum. Það er Guð Mikael sem kom inn á. Hann er í glæslum hérna Kópamundi að þetta sko. Og Fjölnismenn með skallan en Marvin grípur vel. Rifið niður, þetta hlýtur á spjald. Þetta er bara sakað reglunum, það er ekki þetta að tala í kringu það. Það er Númer 17 Vilhjálm Ingo sem fær spjald réttilega. Algjör kjánagangur, það var ekki svo nokkuð maður í Vestra komið fram. Nema náttúrulega Marvin eða slæma spyrnu og Fjölnir skorað, það var þetta náttúrulega frábært brot. Elmar, lilla sending og Vilhjálmur með langan bolta.
Vestramenn byrja þá aftur. Marundari hérna með boltan. Skagamaður. Baldi, hann byrjað að fara í taugarnar á þeim. Sjáum móttökunni að Elmari, hann tippar hann svona upp. Þetta úr Súðavík akademíu. Sendir hann sinni í gegn. Þetta ekkert að færi allar. Þetta eru svona einstakir hluti sem þið læra hann í Súðavík. Menn halda hann að gera mistök en þetta æft. Sælas. Hann alltaf var eignast barn og sestur hér að. Gaman að fá hann hérna í samfélagið. Og frábær setting upp Baldi. Þeir rétt bjarga sig þarna. Dofri nær honum þarna áður en Benó kemst í hann. Elvar hérna, hann getur nú bara fengið sér kaffi, sík og hendi eina köku, hann hefur svo mikið tíma. Vestramenn að spila hana fyrir hálfleik afar vel. Og fá sér vindi í bakinn, þetta ekki brot, hann rennur bara hana. Þá kemur hérna Benson, nei, þetta hans út á fyrirliðin. Broti á honum. Þetta nú ekki söngvarinn, en ég veit ekki hvort þeir eru skildir. En þetta var söngun og kemur ekkert óvart hann í liðinu, hann alltaf samtilega Úlfur, þjálfarinn hlýtur að fíla það. Það kannski ykkur frændtenging og þess vegna hann alltaf í liðinu. Hundi Karl. Sigurjón. Ofskaplega hægt. Vestramenn vinna þetta bara á Morten. Baldi. Elmar Atli. Sjáu þessa móttöku, Sælas lappar fram hjá Vilhjálmi og hvað gerist? Lappar fram hjá honum aftur. Frábær verð hann hjá Hans Viktori. Sælas að komast í gang, þá voðuvís. En þess að Súðavíkur fyrirgeri bara þeir ráða ekkert við þessar sendingar á Elmari nema hana. Þetta skili að geta 3 manna kerfi á móti 2 bestu kantmönnum í deildinni. Það síðan önnur en ég mjög feginn að því ég held með Vestra. Sjáu, það ekkert skip í höfn, ekki einu sinni laxaskipið, þeir eru ekki að ferðast þarna með kafarana að leita á lögsonum sem nokkru sprænum sem hérna á Vestfirði. Þannig að Baldi. Þetta brot á Túfa. Það koma smá hitt í þetta. Samúel ekki sáttur frekar en fyrir daginn. Vestramenn hafa samt yfirhöndin í þessu, þeir eru að kvarta undan. Fjölnismenn eru að kvarta undan Vestramönnum, ekki öfugt eins og yfirleitt, þannig að höldum því þannig. Dofri hræðilega sendingu beint á Tarik og Sælas kominn 1 á 1. Frábæra Hans sem fyrir kominn, Sælas að leika sér að honum hana, skilja líka alltaf eftir 1 á 1. Þetta var ekki vel gert hjá Sælas. Þá kemur bólugingurinn. Axel, þetta var vel gert hjá Fjölnir, en hvað svo? Hann 1 á móti 2. Það kemur hann með Dóra, þetta vel gert. Spilaði Fjölnismönnum en fyrirgefinn kemst ekki fyrir, það engast, þannig að það kemur langt.
Kemur vinstri bakkurinn yfir. Bjarni Þór. Kemur Benson inn. Nei, þetta út af. Löngu einhvers það ekki virkað. Gös. Sælas. Kemur með Elmar. Hann með enn eina snudduna. Hann bara í annarri vídd í dag. Þetta komst hann að veiðar í síðustu viku og þá hann allt annað maður. Þannig hann fær að skjóta og drepa saklaust dýr, þá fer hann. Það svona hans núvitund og hann verður bara allt annar í skapinu. Það sést það á leik hans í dag. Elmar Atli búinn að vera alveg frábær hérna í hægri bakvörðunum. Elvar með góðan bolta á það. Valdið einn. Nacho. Góðan bolta yfir að Elmar. Við erum bara að byrja að spila á Elmar. Við vitum að þá gerast höfrannir. Morten. Marvin. Þetta ekki neitt. Máni var fyrir inn. Nei, hann var ekki fyrir innan. Bjarni kemur hann hérna. Þetta vel gert en Vestamir verjast þessu vel. Þetta var ekki alveg nógu vel gert. En alltaf geta núllstilt sig. Og Fjölnismenn að komast aðeins betur inn í leikinn. Vilhjálmur. Hann er tekin út að kom inn að hálfleika síðasta leik eftir að Sælas á búinn að gjörsamlega snúa þessum hægri vinstri. Þrefaldan hóki-bóki. Nacho gerir þetta frábærlega. Kemur nú með Elmar. Og Sælas 1-1. Hann er bara farinn. En Vilhjálmur nær þessu loksins. Július. Og fyrirliðinn hans. Hann bara setur þetta á Davíð Smára sem tekur glæsilega við boltanum. Og það er Elvar. Það skal gera vel hana. Darík. Frábærlega spilað. Þá er Beno komið inn. Og þarna hefur mátt gefa okkur meiri tíma. Þurfum ekki alltaf að fara á fyrsta tempo á þá. Ná anda eins. Svo er staðan afturhaldi ekki líka að vinna 1-0, þannig að þetta er brot og spjald
Þetta bara alltaf langt í burtu, ég sé ekki hvað gerist þarna, en það á Morten sínist mér. Sparkaði hann á Júlíus niður, sem engdist hann á alltaf lag með hann núna. Fjölnismenn taka þessa aukaspyrnu vinstra megin. Vestramenn verjast hátt. Þessi bara aftur fyrir hann að detta 3 og ég veit ekkert aftur á Júlíus og Morten. Ég var að horfa á boltan, gerði sekunni það. Der. Ná, þarna á boltanum að Nacho. En fyrir álugin svona fjær út, ég held að heimamenn sáttu bara að komast inn með 1-0 og séðan fáu gólinn í baki í seinna hálfleik. Það nú mörg, frægustu mörg heimamanna komið á það mark. Muni eftir markinu sem Gunnar Már Elíasson skoraði á móti KR hérna 2011. Óttar Kristinn skoraði hérna eitthvað sturla mark upp í skeytin hérna megin. Því miður það til á myndband. Sem alltaf tengingum með það að Hálfdán Daðarsson heitinn var mjög virkur í starfi Fjölnis átti drengi þar. Náttúrulega héðan. Minn ekki lifinu þann góða dreng. Hann spilaði bæði fyrir B.O. og Bolungarvík hérna og frábær fótboltamaður. Og sérstaklega innanús, það var ósigrandi þar. Fjölnismenn fá hérna hornspyrnu. Það var ekki lúksus fyrir línuverðin að fá fjórðadóma, hann var ekkert að ræða þjálfara. Og þetta fínasta spyrna á, þetta yfir. Þeir kunni ekkert á vindin hérna. Þannig að Dalshús svo vel varið fyrir vind þar sem Fjölnir spilar, það svo djúpt niður. Krakkan hafa fengið að föndra hérna í skólanum, þetta með skilti, þetta frábært að sjá stemninguna hérna. Og Marvin, þetta frábær móttaki á Baldvi. Og Hans. Dóri, þetta beint á Göss sem leysir þetta auðvitað. Júlíu. Brot á Fjölnismann, hann keyrir bara inn í vestramanninn. Það er mikið svona menn fara alveg all inn í öll nái. Þetta hefur verið vont. Sem kannski minnast á annað hérna, ég fekk svo mikið auglýsingum að því að menn búast til sturlu áhorfi hérna sem vona. Það að mæta bílalest vestur á föstudaginn. Hraðstæðum með Öskjör og Hringfjörður og Landverkjum Ísafjörður 22. ekki missa á tækjanum til að vinna draumabílið þinn. Það verði bílatanga milli 12 og 16, þetta frá Sindra Snæfell. Hann ætlar sér sko að vinna nýja Kíu, heyrist mér. Ætti svo Honda CR-Vaffi að Kia nær ekki. Marvin. Dóri með séðan út fyrir.
Þú fær náttúrulega alltaf þessu geitungur í miðvörunum, nartandi í hann og sparkandi í leggina. Það er óþolandi að spila á móti honum. Dómarinn tóku FIFA á móti í dag og dómarinn rústaði því. Segja sögur. Sælas. Einkast. Ég veit ekki hvað er miklu bætt við. Það eru konar. Það var náttúrulega nokkuð meðsli. Svo. Sælas, það er með kannski balga. Fjölnismenn leysa þetta vel, nú eru konir í álitlega stöðu en þeir missa hann. Frábær vörn hjá Tarik. Það var Gadramarinn komið með boltan, Elmar Atli. Nólg sendingu hérna Sælas. Frábæra bolta á Baldi. Þetta er að hotspinna á. Sindri er að hlusta, þetta er til að finna ykkur bíl. En ef þið talið bara við Sindra. En Sindri gefur ykkur bíl eða Vestri vinnur, við skulum bara hafa það þannig. Og Tarik hérna með boltan. Góðan bolta á fjær. Og frá mottinu alveg á honum. Ekki Vestra með þetta. Nei, Fjölnismenn. Lítur hann að koma á hálfleik. Þú vinnur vist ekki bíl og getur fundið hann, en Sindri ætlar samt að fá sér kíu og hondu. Herra, það er komin hálfleikur, fáum okkur kaffi og njótu lýsis og sjáumst á Vörmússpori.
Já, svona er þetta komið ekki. Já, hann er þetta. Já, farið nú og fáið ykkur kaffi og hamborgar, góðu gestir.
scored the winner. The Eddie Heron man. The referee to the camera. How to get this out? Sissoko in the middle, Lorenzi in attack. He knocked it down to Ali, to the Brazilian kid, who put it in the corner. And now we're going to Madrid. Score the winner. The Heron man. The referee to the camera. How to get this allowed? Nú fyrir seinni hálfleikur Sanna hefjast. Drífið ykkur í sjoppuna, fáið ykkur burger, fáið ykkur kaffi, gerið ykkur klár. Í seinni hálfleikin höldum áfram að styðja við okkar menn. Sem að svo áfram vestrið! Jæja, við erum velkomin í seinni hálfleikinn. Hann fer að hefjast hérna. Frábæra lag hérna. Hljómar undir, mér sýnist enga skiptingu að vera í hálfleiknum. Gestinni byrja með núna, þeir leika á móti vindi. Réði Samuel, formanni vestra. Við sjáum hérna logoðan á útsendinguna. Þetta er þessi styrkja útsendinguna og gefur fólki fritt á leikinn. Og hans bolta beint á Elvar sem kemur á Beno og hann lappar fram með Dóra sem fyrr. Og Túfa komin í álitlega stöðu. Það er að tjekka tilbaka, kemur hann með Elvar. Og Gus kemur um Balde, Beno,
Töframaðurinn Elmar Atli búinn að vera frábær hérna í dag. En Vestarmenn leiða 1-0 með marki frá Sælasi og ég held ég get fullyrt að þessi forysta verðskulduð. Og markið kom á 29. mínútu. Máni kemur honum hérna fram á en Tarek og Elmar. Og í hinu leiknum Afturelding að vinna 1-0 á útivelli. Þannig að einn leikur í bestu deildina sem KM að vinna Keflvíkinga 3-2. Og Baldi Kúfa og Beno 1-1 á móti Dofra. Þannig kemur loksins hjálparverð frá Axeli. Ég ætla að kíkja á myndi hvort þetta Axel eða Alex. Gus. Ég veist að Davíð hafa verið mjög sáttur við fyrri hálfleik en ég trúi ekki að Fjölnismenn séu sáttir við fyrri hálfleikina og þeir enn og aftur hleypa í Beno hérna 1-1. Þannig láta hann bara þennan að fara í horn. Og síðast eiginlega sem þú vilt gera hleypa Beno og hérna Sælas 1-1. Það virðist vera einu upplegg Fjölnismanna að gefa þeim 1-1 stöðu. En það hornspyrna hérna og Vestarmenn hafa verið sterkir í fyrstu leikadrömmu eins og ég minnst á nokkru sinnum. Ég svo byrju plata. Og það Beno sem tekur hana. Nú notaðir vindinn. Og þessi hérna upp í lofti og Sigurjón með þennan. Já, öruggur. Sigurjón búinn að vera flottur. Gæti ekkert gert í þessu marki. Fjölnismenn opaslega lengi að þessu. Þetta nú bara gult í ensku deildinni í dag held ég. Við minnum á bílalest Öskju sem kemur hérna á föstudaginn, svo getur fundið draumabílinn. Sindri Snæfell sagði mér að það fá sér Kia Sorento eða Honda CR-V. Það fær eftir bara hvernig stuð hann var í á föstudaginn. Beno hérna með frábæra snúning og skot. Vel varið hjá Sigurjóni. Vestarmenn byrja hennar seinni hálfleik mjög sterkt. Nú óbáslega lengi að þessu, Nú væri sko gáringarnir á pöpnum byrjar að öskra 6 sekúndur en ég held að það sé nú ekki til líði lengur. Þessi bolti fer eitthvað hendur til lók. Morten kemur þessu fram á við. Og Sælas vinnur hennar Viljámi. Þetta var... Ég hlýtur á rétt, hann hálfa metri frá þessu línu en ég sá það ekki. Og það rífst enginn á bæknum á vestra, þá hlýtur þetta að vera rétt. Það var það mjög rétt. Dofri Hans. Protonaccio. Gus með langa boltan, hann svæst þessu vel. Og Dofri sparkar í mannin og fær hann tilbaka. Og missar hann sem út fyrir. Bæti í vindinn. Enn ein höfuðmeiðsli, þetta búið að vera óbáslega mikið í leiknum og menn að lenda saman.
Það kannski, menn að fara kannski full gist í öll návi sem Guðmundur Arnar og Fall fara að hita upp eða það skildi vera meðsli. Það er bara allir bekkurinn. Og Elvar liggur enn Fjölnismaður virðist vera staðið upp. Elvar virðist vera að fara út á mitti. Þetta er högg og það er Fall, Súðvíkingurinn. Tala 5 tungumál. Kemur þá inn í vinstri bakkan, reiknaði bara með. Og það haldi inni henn á Sælas Kloppi en þeir ná honum léttilega þannig að hann telur ekki. Hvernig sem sparka hann út af. Lengi að hafa sér til. Það koma hérna Fjölnismenn. Bjarni Axel, hann gerir þetta vel, hann hvað svo, á Dofrum boltan fyrir. Júlíus vinnur hann á boltan, en Vesturmenn gerir þetta vel. Og Sælas með fugurbrautina, nei, átti ekki að gefa hann hann, átti að fara sjálfur alltaf. Vesturmenn eru einu færri, sem skipti fór ekki fram, þótt að Samúel búinn að tilkynna. Íbra Magic með töfrabolta og Sigurjón ansi hátt með takkana en vinnur boltan. Þetta er solid 80 metra frá mér, ég sé ekki alveg hvað gerðist. Tarik skynsalegt til að fá skiptinguna. Fall er alinn upp í útibúi La Masia og svo ekki Senegal sem Dóri Jópa heldur út. Hann búsettur þar og starfar í hampiðinni. Ástæðan er númer 77 af því að 2 uppáhaldsleikmenn á æsku voru númer 7. Ratislav Kisesev í Charlton og David Platt sem spilaði hérna með Arsenal og Sampdoria. Þannig að heiðra á báða. Og hann er í bakverðinum
og stundu framalega á kantinum eins og Kisi sér spilaði undir Alan Körbusli. Og hann sagði að Búlgaran hafi heillað sig með Eljusin og krafti hérna árið. Þannig hérna Baldi. Falli bara komin hérna strax í boltan og vinnur hotspinni sínum með. Helgi Mikael næri sem ég. Sælas tekur þessa. Sælas. Hár og fjær. Aftur fyrir. Menn ráða illa við vindinn. Það sem kunni best á hann var Guðmundur Guðjónsson hérna árið. Bróðina sem situr hérna hliðina á mér. Frábær sending, en Marvin held ég alveg örugglega með þetta. Það var svona óvænt. Bjarni vissi bara ekkert hver með þetta var. Fólk að fá sér hamborgara og það stemning þetta. Það segja að förum í úrslitaleikinn, þá fær Pavel okkar maður að sitja með samræðustúkunni. Ég skal koma því í kring. Vilhjálmur. Það eru 12 mínútur liðnar hérna á seinni hálfleik. Það ekkert gerst. Ég var að horfa á boltan, en fjóri dómarinn var onni í þessu að Elmar hefur gert eitthvað. Stíð á tannanum eða eitthvað, en ég finnst það. Nú sé ekki að fara eftir öskrum. Það stann ekki verið að spjald, en ég ekki alvitur og þekki ekki dómgæslu. Og eftir að hafa þjálfað í 5. deildinni í sumar ég enn fjarri að vita hvað dómgæsla er. Það voru oft undarlegir dómar sem við skil ennþá dag ekki í dag. Og þá var það Bjarni. Þór Hafstein, alltaf sem skildi Stefán Jón Hafstein, það geti verið. Þetta voru 2 boltar inn á. Erum við komið með brasilíska boltastráka hérna á Tónnesöll og Ólísöllin. Helgi Mikael kemur og veit orði að. Ég held að þetta nú bara einlega mistök hjá. Þetta eru drengi góðir hérna. Nefna Sammi kom með eitthvað nýtt tricks. Nei, það verið að tala við og þetta hefur alveg óvart. En þetta, alltaf leiðir þennan að gera. Þetta lítur út þess að þetta séu fantabröð. Bjarni kemur með Bjarni hleypur utan á, það erfitt, þannig að svo megin frábær sending og Máni þeir trillast allir og hann skýtur framhjá og þau biðja hendi. Ég get ekki séð þetta, það er allir trilltir. Ég veit ekkert, Máni klúraði bara dauðafærið, það var eina sem ég sá. Þeir eru gjörsamlega bilaðir, ég get ekkert sagt. Þeir þurfa að sé þetta ef þetta er. Það er gjörsamlega allt kolvitlaust, hvort það er á bekkjunum eða hinum megin. Það kom sending fyrir og Máni klikka hann algjör og dauðafærið og hann hleypur og biður hendin. Ég get ekki
Með viðbröðin þá virðast Fjölnismenn alveg vissir. Það bara útspark. En ég sá þetta ekki með viðbröð Fjölnismenn að það hljótar að hafa. Þeir geti ekki verið svona dramatískir út af engu en ég held að bara dómarinn hafi ekki séð það. En við öndu léttar hérna, vestramenn. Þetta var góð sókn hjá Fjölni. Viljámur skallar þetta Guðmundur Karl. Bakgrind í kalla á Fjölnismanninn. Nei. Það ekki búin að stórkast. Hérna spjald á Hans Viktor. Það að hættu hvað? Þú geta menn ekki haga sér. Þau eru allir að vera. Hann elda niður að guldspjald og bara áfram gakk með leikinn. Það allt orðið kolvitlaust hérna eftir að hann dæmdi ekki hérna víti. Allir dómar, allir út allt hérna, báðir bekkir, þetta eru alvöru. Ég held að það var nú bara brot og guldspjald og menn mega sem róa sig. Þetta er ekkert alvarlegra en það. En ég held að það meiri pirringur að því að fengi ekki vítið. En svona á play-offs að vera. Bara við viljum þetta. Mér finnst alltaf líða til að menn eru að öskra á menn þinni liggja eftir brot og eitthvað svona. Hvort það eru vestramenn eða Fjölnismenn eða hvaða lið það er. Aftur þetta ekki að vinna inn á 1-0. Það kom mikill hit í leikinn þannig að við svona völlurinn er blautur þannig að menn fara að þreytast. Ég býst við að það verði hérna alvöru tæklingar og stuð. Þú kalli hérna Vestramenn þetta Túfa, Nacho og Sælas. Hann tógar í baki á honum, þetta hlýtur að vera víti. Nei, hann skýtur yfir. Þetta var ekki víti. Ég dreg þetta tilbaka. Hann hefði þurft að henda sér í fjórfalt teljastök. En góð sókn hjá Vestramönnum. Fjórða dómarinn er bara komin yfir. Ég held að hann sé feginn, annars verður hann bara kalt. Hann fara að hlaupa hérna á bekki á milli og róa menn. Og boltinn hérna fjær. Göss, Fjölnismenn verjast þessu. Þetta er Fjölnismenn sótrat, þetta er vel gert hjá Bjarna. Vestramenn fljótir að skila sér tilbaka, gera þetta afar vel. Davíð Smári er að biðja Vestramenn að róa sig að taka ekki þátt í æsningum. Nú biðja allir leikmennu brot og allt, hvað sem það er út á vellinum. En það var hérna í einhver úrslitakeppni sumarið 2011 sem annarkvort mánuð eða dagur fékk einmitt rautt hérna fyrir að láta dómarann heyra tvíburabróðan sem spilaði Grindavík, bara man ekki hvor það var. Nú er að kvarta einhvern einasta dóm og komið pirringur í mannskapinn. Það strefa að gera aðra skiptingu. Sýnist það eru Ígar og Mikael. Spila á þetta. Það er nú að fá smá auka orku hérna í lokin. Þetta er brot á einhvern, á Fjölnismanninn. Það er alltaf með spinnigal hérna.
Elmar Atli hérna. Þetta er það er Fjölnismenn líka að gera tvöfaldaskiptingu og Vestramenn sýnist mér. Svo leikmenn númer 8 og 23 kom inn á. Ólíver Dagur og Hákon Ingi. Ólíver kemur hérna inn á fyrir Benson og Hákon Ingi inn fyrir Bjarna Gunnarsson. Þeir eru tvei Bjarnar inn á, þannig að Hafsteinn er ennþá inn á. Júlíus, þetta fyrir aftur fyrir endamörk. Þá kemur skiptingunni á vestra. Það er Mikael Jakobsen og Íger. Er það ekki bara fyrir Túfa og Sælas, myndi ég giska á. Vestramenn að gera breytingar fyrir liði. Út af kemur leikmann númer 7, Túfingur, og inn á kemur leikmann númer 4, Íger Harry. Út af kemur leikmann númer 24, Sigurðsson, og inn á kemur leikmann númer 80, Mikael Jakobsen. Þeir hafa báðir spilað síðustu 3 leiki og verið afar góðir, þannig að þetta er jákvætt. Íger á 1 leik hérna í La Liga. Kom inn á fyrir Alfred Finnbogason, er helst á því að datum árið. Það er nú 70 mínútur, það er ekkert gerst hérna í seinni hálfleik nema barátta, slagsmál og almenn leiðindi. Þetta er svo góður þáttur á Silfrinu á sunnudagsmorgni. Menn henda sig niður út alla völl og Elmar Atli Gus Fall. Þetta er ekki nóg. Það ser út fyrir ég held að Vestramenn ætti að gera allt til að ná þessu annað marki að setja Fjölnir til alvöru pressu í seinni leiknum. Það Fjölnir geti vel við unnað að þetta verða úrslitin með hvernig leikurinn hefur spilast. Vilhjálmur hérna meðan Morten éti þetta. Gus, svo innanlega samt ekki Dóri gerir vel. Fjölnismenn hérna fram á við. Og Júlíus gerir þetta bara vel, þá Bjarni. Og Mánir 1 á fjær, skallar þetta Hákon Ingi. Þetta var svona fyrsta alvöru tækifæri. Brot á Íger, kjánalegt brot. Vestramenn verða að rífa sig upp. Þetta var góð sókn hjá Fjölni. Fá hérna aukaspyrnu á álitlegum stað.
Reynir skot. Það þá Júlíus sem ætlar að munda fótinn. Þetta við beint í vegginn. Það fer í alla baki, Vesturmenn komur sig ekki burtu og Óliður hann setur þetta bara í sjó sýnist mér. Það er nokkuð veginn. Ég held að þurfi svona eina góða tæklingu þá síður allt upp úr á báðum bekkjum út allt hérna. Hákon Ingi, Axel gerir þetta vel. Kemur hann út á Bjarna, hann lætur hann bara fara á Mikael. Fjölnismenn að komast hérna upp á fall eftir að hann kom inn á. Það er Vesturmenn Sótra og Benó tjekkar út. Gerir vel og Vesturmenn búinn að fylla teginn, kom hann inn á. Þetta er skelfileg sending hjá Ígar. Og Fatæ fara að koma inn á miðina hérna aðeins að þétta þetta. 72 mínútur búin á leiknum. Staðan ennþá 1-0 fyrir Vestra. Og það sama í gangi upp í Breiðholtinu. Afturhaldið að vinna 1-0. Þetta er góð vörn hjá Vestra. Síðan hann kemur þessu út fyrir. Spennist og orðið hátt, menn alveg tauganar útþendar. Og það var eitthvað klass þarna sem Fjölnismenn. Glæsilegu klobbi hann hjá Bjarna. Máni og Hákon Ingi. Þetta er ekki gott. Tarík og Máni gerir vel og vinnur boltann. Tarík bara kærulaus. Og Hákon með boltan fyrir. Fjölnismenn vinna og Guðmundur Karlsson fyrir þetta teg. Þetta er frábærlega spilað. Axel. Vesturmenn verðist vel. Göss. Og nú geta Vesturmenn svo trætt. Á Benó. Ígar er alltaf sama stað á Benó. Þetta er ekki alveg að gera sig. Benó hefur enga möguleika en nær hann er góð aukaspyrnu. Já, Vesturmenn fara allan í teg. Morten er mættur og Göss. Boltinn hérna inn á teg og Morten nær honum. Új, rétt fram hjá þarna vanta. Hvað er Ígar að gera? Hann hleypur alltaf sömu hlaupin og hinnir. Hann á að mættu þarna. Botaði sig við línuna. En Morten er á haltra. Þetta er ekki gott. Missa hann út fyrir, gefum okkur tíma, lefum Morten að koma tilbaka. Frábærlega að fara út svo, þarna vantaði hlaupinn. Vel gert hjá Baldi. En sendingin gjörsamlega hræðileg.
76 mínútur búnar. Vestramenn leiða inn 1-0. Þetta svona aðalins slagsmenn og leiðandi hérna í seinni hálfleik. Það vantar. Þetta kannski veðrið, það skítkalt og smá vindur og Tarek vinnur þennan. Kemur nú Mikael. Mikael hérna 1-1 fyrir inn á vinstri og það hornspyrna, frábær vörn í hans vindari, vel gert hjá Vestramönnum. Vestramenn eru svona aðeins að opna aftur núna. Og sendingin á fjær. Hann fer upp í loft og Baldi og frammi er þetta ekki horn. Nei, markspyrna. En Helgi Mikael er 3 metra frá sig, ég er 70 metra, ég ætla að treysta honum. Íka má þetta ekki. Íkar er bara hérna á eigin forsendum inn á vellinu. Nú sigur hann mótsparkið. Þetta stoppar nánast bara hérna. Bjarni tekur vel við honum. Mikael. Stemningin er með Vestramönnum. Elmar allir hérna á Ígar. Þetta er vel gert hjá Ígar. Frábærlega gert hjá Mikael og Baldi. Ígar. Já, og Mikael kunni ekki. Þetta var ekki ránstæður. Glæsilegt spil. Þetta var frábærlega gert hjá Ígar. Hann er kominn í gang. Og Vestramenn vinna bolta strax aftur. Nú voru að nota þennan kafla og setja annað markið. Gerði þetta aldrei þægilegt fyrir okkur. Aftur þetta komin í 2-0. Þeir viljast ætla sigla þessu heim hana. Og brot þarna á fall held ég. Svo heyrið, það er trillt stemning hérna. Þetta er svona 70% árangur og gervigræsir í fótboltakrakkanir en það sjá þessi hittir og langar manni beint í bolta og maður skilur það. Gummi Galli með langa bolta sem fer í hendin á Vestramanni sínust mér. Það eru Dofri og Beno í 1-1. Dofri gerir þetta frábærlega. Oliver varamaðurinn og Dóri kemur væntanlega með að langan. Eitthvað svo öll með þetta. Og Nacho kemur hann með út á Mikael. Hann er 1-1, hann á bara að fara. Það er að lesa leikinn og horfa hvernig Sælas gerði þetta. Oliver, Axel og Elmar kemur þessi aftur fyrir. Kyrt í bakjan og hann dæmir horn. Fjölnir eiga hérna horn. Það er afskaplega slæmt fyrir heimamenni að Fjölnir ná í jafna. Það er mjög slæmt með sem báða á bakvörðun út af. Fjölnir er enda hornspyrnuna og þeir
Hópast inn á Martein. Baldi skallalættur burtu. Mikkel nær þessum, já, Vestur eru 3-1. Það er ekki ránstæður. Nei. 3-1, þetta var ekki vel gert hjá Vesturmönnum. Hvenær allan tími í heiminum. Mikkel, Baldi. Elmar er komin aftur inn á, það er góð sýndi. Tarik. Marvin. Það kemur Íringur Einar Haldsson inn á fyrir Bjarna. Kjörnsmennleika sínlínu út af þeir vegna 20 Bjarni Hafstæð og inn á kemur leikmaðurinn að Fríðúi engin annar en Reynir Haraldsson. Koma svo Jóki Gáfra Vestur! Það er bara langt, alveg engast, langt engast. Það verðist grottari við tæklingana, en þetta er nú bara áragak og högurspinna. Hún er ansið þungur á sér þarna á vellinum. Það er magnaður að segja Vestar drífa sem er Sigurðurinn búinn að taka sér góða 20 mítri hvert útspark hérna í seinni hálfleiknum. Ekki að halda fram að hann er að tefja, hann er bara að tekja sér góða tími þá. Þetta er frábært snúð, Ígar er með hann hérna. Mikkel. Tarik er einn. Sækju nú á markinu. Elmar gerir þetta vel. Svo nærði vel. Nacho vinnur hann aftur, hann skýtur skeiður á fall. Vestri heldur boltanum. Jarðar til að við færum að markinu. 1-0 er ekki forysta. Ígar nær þessum. Nær í hornspyrnu, vel gert. Og Mikkel tekur þessa. Sketa. Góður bolti hérna í bara, hann er í slánu, er hann ekki? Já, hjólast þær. Hann fór greinilega aftur fyrir. Leikurinn er að fjara út. Leiknismenn að minnka munninn greinilega hérna. Guðmundur Karl með langan bolta hérna. Kemur nú á Axel, en Axel rennur hérna. Balli hefur ekki átt góða innkomu, vægast þetta ekki, en Bössunni hann á boltan. Tarik. Og Hans, Höflusmenn verðast þessu vel.
Ígar hérna sópar hann niður en það hagnaður, aukaspyrna. Skilna alveg Fjölnismenn vilja spjalda á þetta. Þetta líka algjör óþarfi þetta brot. Það Reynir sem tekur þetta. Þetta slakur bolti sem við slum að koma út á. Reynir með Elmar les þetta. Hann tapar bara boltan. Bull þetta úr vinstri bakvörður. Hákon hérna með boltan. Sendir hann bara eitthvað. Nacho. Það Ívar og Fata að koma inn að hafa múra fyrir. Halda þessu 1-0. Skynsamlega ákvörðun. Fjölnir konur hérna. Fá enninn á hornspyrnuna. Menn hafði aldrei farið á taugum hérna fyrst mér í seinni hálfleik fyrir góðu stöðum eða mátti að komin fjær þeim. Skot þarna framhjá. Það tvöfaldskipti, það Fatah og Ívar. Ívar Macic skiptir skó. Hann í... Ég held hann alltaf að taka dag Eli á þetta að vera í sikkunum skónum. Ívar kemur hérna inn á og Elmar fer út af. Og Nacho kom út af, Ívar kemur bara hægur bakkurinn og... Axel hérna. Kemur hérna Vilhjálms og sendir hann eitthvað en þessi bara frábær sending á Hákon en Morten gerir frábærlega. Kemur hann á Marvin. 9 mínútur á klukkunni. Og þetta að klárast. Vestri leiðir hérna 1-0. Leikurinn hefur róast líka hérna. Þetta var allt komið hérna í kei og sinni byrjun sinni hálfleiks. Menn hafa náð núðvitund og slaka á. Sinni seinni leikurinn í Grafarvogi á sunnudaginn. Vel gert, já. Tarik búinn að vera frábær á miðjunni. Fjórum mínútur bætt við sinnist mér. 4 eða 5. Góður bolti á Balde. Hérna á mitt. Á Balde Ránstæð, menn hann passa á svona kjánaskap. Þetta þá 3 mínútur eftir sem sýndist Vörðudómur gera 4 en það gæti hafa verið 5. Gæti verið hann að 5 allan er uppi líka. Vilhjálmur hérna neglir þessu, þetta drífur hann á vallurinn á miðju. Og
Það Vestramenn á þessu, Marvin. Tekur sér tími í þetta. Og hlaupaði báðir á stað. Það er kannski gott að miða kannski frekar að Dorfa og Vilhjálm heldur en Hansvita sem þarna 2.80 og hirðir alla skallabólta. Reynir með að fyrir Marvin grípið þetta auðvitað. Svo vitan á Mána. Við vinnur þennan og Mikael nær honum. Ívar með seðan út fyrir. Reynir neglir hann fram, við erum að lesa þetta, hann hendir bara alltaf sína 40 metra. Tarik missir hann frá sér, Júlíus. Gerir þetta vel en Göst lést þetta. Júlíus fylgir fast á eftir. Göst lætur hann heyra á dönsku. Það er brot. En ég held að Helgi Mikael menn geta verið sáttir heilt yfir en alltaf spurning hvernig vítaspyrnudómur sem Fjölnir vildi en ég veit ekki hvort það er bara virðist ekki að sé það, ekki sá ég það. Marvin tekur þetta. Þarna já og Sigurður grípur vel inn í. Og Oliver. Fatay. Þetta mánu hérna. Og þetta óansætting og Gummakalli en það renna allir á vellinum hérna. En Göss einhvern veginn stendur þetta. Benó. Mikil barátta allstaðar í öllu návíum, Morten. Og Íger frábærlega gert. Mikael. Það var vel gert í Ívari, hann bara tók Mikael kom mjög skringilega inn á. Hann er ekki verið að keyra á markinu. Það var Axel. Menn leiksist, það held ég að vestra megin er það Tarik held ég sem mínumati maður liðsins hérna sem boltan og miðrapari og Hans Viktor hefur reynir bara að setja þess að Sigurinn ekki. Þetta er hættuleg sigur, hann gerir afar vel. Það gerði dæmt 5 mínútur og þá er leiknum lokið. Vestramenn sigra fyrir leikinn hérna í play-offs, leiða 1-0 fyrir sendileikinn. Frábær sigur heimanna, við þökkum fyrir okkur og hvet alla til að mæta leikinn á sunnudag. Takk í dag. Og við þakkum ykkur kærlega fyrir komuna og stuðninginn og minni á seinni leikinn á sunnudag kemur í Grafarvogi. Koma svo áfram Vestri. Ég vil einnig þakka